heimavelli í bleikum búningum og við erum komin á stað í þessum stórleik, þessum toppslag. Til pressu. Óli hins vegar á boltanum, býður bara eftir aðstofinni. Telma Lóa kemur og þessi boltan aðeins frá sér. Nú aftur, hún mislaða lappir hérna Telma Lóa og svo fyrir markið, frábær bolti fyrir markið og skalli og fyrsta markið er komið og hver annar en Agla María Albertsdóttir sem að skalla þennan bolta í netið eftir frábæra fyrirgjöf frá, við sýndist að vera Barbara Sól sem átti þessa fyrirgjöf. Fyrsta markið er komið hér á Kópavogsvelli. Frábært mark. Algjörlega stórkostlegt mark hjá Blikunum og þessa uppskrift höfum svo sem séð áður þar sem Agla María er að lauma sér á fjærstönginni og hérna kemst fram fyrir varnarmann FH-gar Elsa Viðars með þessa frábæru sendingu beint á kollinu Aglu Maríu og þetta hafa þær gert nokkuð sem í sumar og eflaust enn oftar á æfingarsvæðinu. Það var að sjálfsögðu Elsa Viðarsdóttir sem átti þessa mögnuðu flottu bolti fyrir markið, náður að koma skalla á markið og dettur af þversláni. Jónína Linnett sýndist mér ná að koma höstum með sínum frægu sprettum, nýja yfir á Mackenzie. Mackenzie er með Ingibjörgu hérna. Þetta er vel spilað hjá FH-ingum, þolinmóðar hér. Ingibjörg í 1-1 stöðu, leikurinn á miðuna, setur hann fyrir markið, þetta er flottur boltar í inni. Ingibjörg Magnúsdóttir með jöfnunarmarkið. Frábær spilamennska hjá FH-ingum. Einangruð Ingibjörgu hér út á hægri vængnum. Fer fram hjá varnarmanninum og snýr hann í fjærhornið. Og hann er bara að jafna leikinn. Já, virkilega vel gert hjá FH-liðinu þarna. Voru svolítið að kalla eftir á þarna að þegar það eru komin aðeins ofar á völlina séu rólegar á boltanum og leyfi svolítið boltanum að vinna fyrir sig og það er svo sannarlega gerði það þarna. Færðan frá hægri yfir á vinstri og Ingibjörg hérna tekur Edith Kristín á og hérna ég held þetta hafi mögulegt að vera fyrirgjöf en Herdís sér hann bara svo seint og frábærlega. Kemur Andrea Rán, er svo örugg á boltanum. Andrea Rán, Hauksdóttir. Blikarnir hins vegar vinna boltan Ása með frábæra sendingu og það sér inn í skot og markvarslan hjá Aldísi. 10 unnið 3 leiki í röð hins vegar á góðu skriði. Hérna tæklar hvor aðra Jónína og Andrea Rán. Svo viljugar eru þær til þess að vinna boltan fyrir sitt lið. Dea. Sjáum að plássið er að opnast hérna vel og sendingin slæminni á Birnu Kristínu. Caitlin setur henni á Ásu. Ása í færi er að skora! Skelfileg mistök hjá FH-ingum. Nánast undir engri pressu. Og Ása Halldórsdóttir er að koma Blikum yfir hér. Þegar 12 mínútur rúmar eru búnar af þessum síðari hálfleik. Já, svekkjandi fyrir FH-liðið eins og segir að þetta er svo... Það er að reyna að spila út úr vörninu og reyna að spila upp völlin en eru kannski stundum fulldjarfar í því og þarna lærði Ása vinkonu sinni Ollu. Hún setta bara niður í fjær. Aldís tekur nær stöngina. Settu þennan út teginn. Fín bolti og Helena í loftið. Skalla markaður inni! Sjálfsmark held ég að ætti að vera en skallinn kom, sýndist mér frá Deiu Sandoval. Fór í boga hana í 8 marki og FH-liðið búið að jafna hér eftir enn eitt fasta leikadriðið. Og spurning hvort að þetta verið skráð á Deiu Sandoval eða skráð sem sjálfsmark á Ásu Halldórsdóttur. Það skiptir ekki máli, mark er það. FH-ingar að vinna boltan og ná að halda vel í hann. Þetta er svo vel spilað hjá FH-ingum. Birna, það eru 2-3 ár hérna. Birna á Berglindi, Ingibjörg er opinn út í vinstra megin, Ingibjörg í hættulegri stöðu. Ingibjörg tjekkar inn á völlin, fer tilbaka á Berglindi, vill fá víti og fær það! Vítaspyrna! Búin að vera frábær síðustu mínútur. Ida Marín Hermannsdóttir getur komið FH yfir og gerir það! Ida Marín Hermannsdóttir er að koma FH-ingum yfir hér á Kópavogsvelli. 3-2 í hreint mögnuðum knattspyrnuleik. Já, bara verðskulda hjá FH-stúlkum. 15 mínútur eftir fyrir Íslands og bikarmeistara Blika og Ian Jeffs er að bregðast hér snöggt við. Það er breyting í vandum og það er Sunna Rún Sigurðardóttir sem er að koma